Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Gestur minn hér síðar í þættinum William K. Black. Hann bandarískur fjármálaeftirlitsmaður, var hér í viðtali fyrir bara rétt á ári og vakti þá mikla athygli. Hann kominn hérna aftur og ætlar að halda fyrirlestra við Háskóla Íslands núna í byrjun vikunar og verður hér gestur hjá mér á eftir. Við fáum líka Þorvald Gylfason hér á eftir til að svona aðeins að pæla í skýrslu rannsóknarnefndar. En við byrjum hér með Páli Vilhjálmssyni, Stefaníu Óskarsdóttur, Svanborgu Sigmarsdóttur og Daða Ingólfssyni. Og það sem við ætlum að ræða hérna fremst í þættinum eiginlega þessi upplausn í stjórnmálakerfinu. Maður að sjá að flokkarnir, þessir hefðbundnu flokkarnir, út af mjög lítils fylgis hér í borginni. Það að koma kosningar eftir mánuð og allt í einu fylgi framboð sem nefnist besti flokkurinn orðið jafnátt og hérna hefðbundnu flokka. Svanur Kristjánsson talaði að stjórnmálakerfi væri að hrynja, en það er augljóslega hægt að tala einhvers konar upplausn því að flokkarnir eru þannig á sig komnir að þeir virðast ekki almennilega geta tekið á þessum málum, Páll. Jú, það alveg rétt og það að almenningur flykkist grínframboð, heiðarlegt grínframboð, og þá þeir að svara flokkunum sem að stunda þessa óheiðarlegu strútfuglapólitík að reyna að stinga höfðunum í sandinn í stað þess að takast á við vandamálin sem að blasa við eftir hrun. Og það stendur náttúrulega út úr að flokkarnir virðast ekki geta haft skikk á eigin húsi og sagt þeir sem að bera ábyrgð og þeir sem höguðu sér á ósiðsamlegan hátt í skilningi hvernig þeir þáðu fé og hversu mikið og þar framgötum, að þeir ekki vera fulltrúar almennings. Heldur virðist að vera látið í hendur á þeim einstaklingum og þeir kom með sömu rök og auðmennir, við brutum engar reglur. Já. Þetta snýst ekki um reglur. Já. Þetta snýst um siðferði. Flokkarnir virðast ekki geta dregið, í þannig ástæðu þeir virðast ekki geta dregið neina línur. Þannig eins og segir, þetta eru Þorgerður Katrín, hún fer sjálf einhvern veginn, hún ákveður þetta sjálf og Illugi og Björgvin G. Þau fara... Þeir fórna smámunum, þeir fórna varaformennsku, þingflokksformennsku og svo taka þau hlé. Og svo stendur þetta núna upp á Guðlaug Þ. og Steinunni og það svolítið merkilegt að það eru stóru flokkarnir sem að eiga erfiðast með þetta. Framsókn, þó að hann græði ekki mikið á því í skoðanakönnunum, þá hefur hann svona farið í gegnum þetta og það var eitthvað upp að koma í tengslu við lista hjá þeim og þeir virtust grípa á því. Já. Þannig að Framsóknarflokkurinn virðist standa sig miklu betur heldur en stóru S-flokkarnir. Já, Stefanía. Ég heldur mér þetta svona allt samhangandi vandi og til dæmis það að frambjóðendur, þeir þurfa að gefa alltaf að kosta sér prófkjöri og hafa kostað miklu til og þess vegna voru þeir að safna öllu þessu fé, þannig það var mjög dýrt að ná í sætið. Þar alveg fórnarkostnaðan að láta sætið að hendi, hann orðinn það mikill að menn telja sig eiga þetta, svolítið svipa bara í kvótakerfinu, ég hef keypt kvóta. Ég reyni ekki að fólk sé að hugsa þetta svona, en það sem meðvita að hugsa þetta svona, en þetta svona undirliggjandi. Og þetta þýðir það að forystan á mjög erfitt með að ýta fólki burt og við sáum þennan vanda í hnotskurn í því sem kallaðist upplausnarástand í Reykjavíkurborg haustið 2007 þegar Vilhjálmur Tótt Vilhjálmsson verður uppvísað því eða það gerist, það verður gert opinskátt að hann hefur stjórnarhætti sem að eru svona sóló. Hann hefur ekki borgarfulltrúana með sér. Hann ætlar að ákveða í einrúmi og í samvinnu við þann sem var með honum meirihluta, Framsóknarflokkinn, til dæmis ráðstöfun á almanna eigum í orkuvitunni. Borgarfulltrúarnir sem fylgdu, eða þar að segja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þeir voru ekki upplýstir þetta mál fyrir en alveg á lokastigum og það áttu þeir bara kvitt upp á. Þetta voru kannski einhverju vinnuhættir sem hafðu viðgengist, en á þessum punkti sagði þessi borgarfulltrúar hinga ekki lengra. Það kostaði reyndar það að meirihluti sprakk því að í þessu munu þá fór Björn Ingi Hrafnsson yfir til hinna og eftir situr Vilhjálmur Tótt Vilhjálmsson með sinn minnihluta og rúin trausti, en það tók samt alveg árið fyrir hann að viðurkenna að hann væri ekki lengur sá sem ætti að leiða í Reykjavík og forysta flokksins gat ekki beitt af þeim þrýstingi að hann færi frá og þetta auðvitað kostaði sitt
sem þetta álitssnekkir fyrir flokkinn í Reykjavík. En aftur á móti þá alltaf sýndi þetta að sem sé, þessi svokölluðu saxmenning á þeim tíma, þeir sögðu í rauninni hinga ekki lengra og settu honum stólinn fyrir dyrnar. Og það ákveðið fordæmi, myndi ég segja, sem sé, foringjar og leiðtogar, að þeir auðvitað, þeir ná ekkert lengra heldur en sem sé stuðningsmenn þeirra að leyfa þeim. Þannig að svona, sko þetta umrót og uppstokkun og hvað við getum kallað og viðnám og allt það, þetta hefur verið í gangi þó nokkuð tíma. En við erum alls ekki komin einn endapunkt með þetta. Langt í frá. Svanborg, hvernig þessar kosningar horfan einhvern veginn mjög skringilega við, það koma eiginlega, sko það hefur engin áhuga á þessum borgarmálum eða sveitarstjórnarmálunum eins og eru nema það einu sem stendur upp úr reyndar í mörgu sveitarstjórnum út úr land að fjárhagur sveitafélagana í svoleiðis kalda koli en fjárhagur margar nú í kalda koli, maður sér það bara í dag að það eru kirkjur sem eru stórskuldugar vegna brasks og náttúrulega heilu hreppirnir út á land og ég veit ekki hvað en þetta samt að maður sér að það ofboðslega mikið óþol gagnvart þessum hefðbundnu flokkum og stjórnmálunum. Það það, að maður sér það alveg strax að þetta eru svolítið undarlegar sveitarstjórnarkosningar eða borgarstjórnarkosningar vegna þess að það komið 1. maí og það enginn fann að tala hvað Reykjavík sé ljót borg og hvað hún sé skítuborg og hvað þau eru nú að taka til þetta bara svona kosninga hafa alltaf byrjað á þessu að það þurfi nú að hreinsa til í borginni og það enginn byrjar að tala þetta vegna þess að það allir að tala þingmannuna, það verið að tala skýrsluna og það verið að tala alþingismenn en það ekki verið að tala hvað að gerast í Reykjavík og maður veit eiginlega ekki hvernig maður átt að kjósa eða eitthvað svoleiðis vegna þess að maður veit ekki hvernig línurnar eru, hvað flokkarnir ætla að gera vegna þess að þeir eru varla að byrja að tala einhver svona, þeir geta náttúrulega engu lofað því að það ekki tilnefnir peningar en þeir ættu þá að minnstakosti útskýra hvað þeir ætla að spara peninga og hvað þeir ætla að hætta eða svona leggja aðeins línurnar fyrir kjósendur og þeir eru bara ekkert byrjaðir á því. Það er svolítið í að gefa pulsur fyrir þetta fundstaði og syndi yfir Fossvog og svona. Sem alveg hefðbundi, en kannski ekki alveg nóg. Kannski ekki stemming fyrir því heldur. Þeir eru að viðurkenna þrótsitt með þessum þjóðstjórnarhugmyndum í borginni. Þá eru að viðurkenna að við erum öll eins og það er alveg hrikalega ömurleg skilaboð til almennings að við stjórnmálaflokkarnir við erum jafn léleg. Þeir eiga að keppast við að segja, heyrðu, núna ætlum við að læra af þessu og ætlum að gera þetta svona og hins en þeir eitt að því og þess vegna segir almenningur, allt í lagi því hafið eitthvað svona, við kjósum grínframboð. Ég held að líka eins og með grínframboðið það er óbúslega margir sem að einmitt í mótmálaskinni segjast ætla að kjósa bestaflokkin. Ég á nú reyndar eftir að sjá það gerast að fólk muni kjósa flokkin í alvörinni. Ég verð ekki á viss. Nei, ég held að bara svona eins og maður sér með öll svona framboð þá byrjaði voðalega sterkt og síðan dalaði svona aðeins. Ég er ekki að segja hann kom ekki manni að eða tveimur, en ég held að ná ekki 4 mönnum eins og kannanir benda til í það. Jón er nefnilega þjóðhetja á sem átt, það sem kannski breytir, hann ekki bara einhver maður út í bæ, hann vinsælasti skemmtikastur þjóðarinnar. Já, en ég held fólk eigi svolítið erfitt með þegar komið í kjörklefan að halda þessu til streitu. En við vitum náttúrulega ekki hvað hann ætlar að gera. Ég held reyndar að þeir getur lent í vandræðum vegna þess að þeir eru hættir að vita sjálfur hvort þetta er grín eða alvara. Og ef þeir fara lengri inn í alvöruna þá getur þetta orðið erfiðara. Já, þá verða þeir bara svona hefðbundnir eins og allir hinir. Daði, þú nú ekki komið í sjónvarp áður, held ég, en þú hefur skrifað á netið og ert virkur í hreyfingum, svona grassrótarhreyfingum. Hvernig horfir þetta við þér, svona þetta óþol á stjórnmálum? Já, það bara eins og þú segir, það er rauninni algjör upplausn og þessir hefðbundnu flokkar, þeir hafa engin svör. Og svo þið sögðu áðan, þeir fara bara í gamla gírun og fara að gefa pulsur og syndi yfir drullupolla og svona basla í sínum hefðbundnu aðferðum. Það verðist ekki engan lærdóm að hafa dreigað þessu. Hins vegar kemur þarna þessi ofsalega stóra frétt núna að þetta nýja framboð, besti flokkurinn, hvað sem svo fólki aftur finnst þetta framboð og á hvaða forsendum það það nær meira fylgi heldur en samfylkingin, bara umsvifalaust. Ég held að þetta séu bara stærstu fréttir í pólitík bara síðustu 2 árin að þetta gerist og gerist með þessum hætti. Og næstu jafn stórt og Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur árabil og mörg áratugi ráðið öllu í borginni. Þeir bara í einu hendingskasti þá fá þeir 4 menn inn, samkvæmt skoðanakönnunum. Og ég vil benda á það að það er ekki bara mótmæli við flokkana sem þarna í gangi. Heldur eru þarna líka hæfir einstaklingar sem eru að bjóða sig fram.
og nota bene, þetta eru einstaklingar sem eru ekki handbendin neins flokks. Eins og systemið sett upp í dag, þá þiggja þingmenn og sveitarstjórnarmenn ekki vald sitt frá kjósendum. Þeir þiggja vald sitt frá flokkunum, sínum eigin flokkum. Og þetta kemur betur og betur í ljós í rauninni með hverjum deginu sem líður þegar að koma játningar og svona afsakanarbeiðnir innan gæsalappa frá stórum nöfnum innan flokkana. Þau biðja ekki þjóðina afsökunar eða neitt svoleiðis, það engin rímors sem sagt gagnvart þjóðinni, heldur gagnvart sjálfur sér, en fyrst og fremst gagnvart flokkinum. Og svo til dæmis hún Steinunn Valdís, hún stígur fram og segir ég hlusta ekki á þessar mörgu raddir sem koma utanfrá sem að segja að ég að segja að mér. Ég hlusta ekki einu svona eigin samfæringu hvort ég að segja að mér. En nú búið að skipa nefnd í Samfylkingunni og hana hlusta ég á. Þannig að ég held að fólk sé komið ofsalega mikla leið á því að flokkarnir segi til hvernig okkar kjörnum fulltrúar að haga sér. Og þarna eru komnir Jón Gnarr, þarna komið fólk, þessir 4 efstu bara, ef við tökum þá, sem hefur komið sér á framfæri á eigin ramleik, en ekki á forsendum flokkana. Jón Gnarr, það þekkja hann náttúrulega allir, það þarf ekki að kynna hann. Einar Örn Benediktsson, það þekkja hann eiginlega allir, þetta mikill svona nýsköpunar maður og framkvæmdastjóri og svona mikill framkvæmdamaður og listrænn náungi. Óttar Proppé, hann er rekstrarmaður, hann hefur rekið fyrirtæki og svona nokkuð óhefbundin típa vissulega, en fyllilega trössinsverður. Hann bara flottur. Flottur. Og Karl Sigurðsson sem tölvunarfræðingur og bakkalútur og einhver yndislegasti maður sem ég hef nokkuð tímann talað við. Og ég meina þetta eru bara einstaklingar, þetta er flottur hópur. Og ég segi bara það er full ástæða til að kjósa þessa menn. Reyndar þá kemur það núna, var ég að sjá á heimasíðu Bestaflokksins núna í morgun bara að það stendur að Bestiflokkurinn vill kynna nýjan og kynbættan lista sem kemur núna 7. Ok, það koma konur inn á listan líka. Það gæti verið að þeir stokki þessu eitthvað við. Það veit ég kannski ekki, en þetta náttúrulega og þessi viðbrögð eru svolítið fangið, maður spyr sig, núna horfa Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin upp á það að þeir eru í ná sennilega engum árangri í þessum kosningum. Munu þeir ekki vaða upp til hand og fóta og reyna að losa sig við þá sem eru svona mestu líkin í lestinni? Ég held að þetta sé, ég er svolítið ósammála Daða með þetta að ég held að vandamál flokkana núna sé einmitt þessi óbáslega opnu prófkjör, þaðan sem fólk hefur þá fengið stuðning og valið á lista vegna þess að það voru svo margir í ofbáslega opnum prófkjörum og þá var forystan svo erfitt með að segja nei, veistu það að þú varst valin í prófkjöri fyrir ári síðan eða 2 ári síðan eitthvað en nú þú að víkja vegna þess að þeir komu fólki, það kemur ekki inn vegna þess að það er flokkurinn eða einhver svoleiðis sem að velja en vandamálið þveröfugt það er þveröfugt vandamálið ekki opnu prófkjörin heldur hversu lítið opið prófkjörin eru. Ég held að vandamálið sé miklu frekar að prófkjörin voru svo allt og þar vil ég segja frá til dæmis frumvarpi, það eru og þessu makalausa tendens leiðtoganna okkar til þess að halda völdum, til þess að ríghalda í öll völd og það eru 3 frumvörp í gangi á Alþingi núna sem að gætu hugsanlega rýrt flokkana völdum eða allavega komið smá svona hrókera smá í þeirra valdastrúktúr og það er einmitt persónukjörsfrumvarpið sem átti að samþykkja fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar en fyrir 3 mánuðum síðan cirka þá sögðu stjórnvöld það er of nálagt núna kosningum til þess að fara í þetta það er bara of nálagt og það er ekkert ennþá því til fyrirstöðu að samþykkja þetta persónukjörsfrumvarp og leyfa fólki bara að raða upp. Hitt er aftur þjóðaratkvæðagreiðslufrumvarpið sem er bara grínfrumvarp
og hefur ekkert með þjóðaratkvæðagreiðslur að gera. Það ekki til dæmis ákvæði þar að almenningur geti kallað inn þjóðaratkvæðagreiðslur. Það ekki atkvæði þar inn í að til dæmis 1/3 eða minni hluti þingmanna geti kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Heldur þetta svona útfærslufrumvarp, hvernig þjóðaratkvæðagreiðslur gætu farið fram ef að stjórnvöld myndu ákveða að þau ættu að fara fram, sem við gera aldrei aftur. Og svo í þriðja lagi þá það langmikilvægasta frumvarp sem að kemur á borð nokkurs þings á okkar lífdögum og það stjórnlagaþingsfrumvarpið. Og þetta frumvarp hefur týnst algjörlega. Það hefur týnst bæði í umræðunni og inn í allsherjarnefnd. En það má nú samt segja sko að skýrslan einhvern veginn setti þetta allt í nýtt ljós, hún kom með þetta allt upp aftur af miklum þunga. Jú, við þurfum alltaf að hafa stjórnmálakerfi. Það sem einhverju hópar, sem við getum kallað stjórnmálaflokka, sammælast að þessa áherslu mál skuli vera uppi á þennan hinn veginn. Það sem við höfum gert sko, við höfum gert þetta svolítið klúðuslega og þess vegna sko ákveðið til í því sem Daði að segja að stjórnmálaflokkanir sko ráðu of miklu. Þeir í þeim skilningi ráðu of miklu að þetta kerfi sem rekið af almannafé, þannig að þeir fá heila hrúga af peningum til að vera þarna. Og í stað þess að þeir þá byggja upp einhver svona ábyrga stjórnunarmenningu hjá sér, að þá framselja rétt eins og Stefanía var að segja til prófkjarana sem eru galopin og þar fara einstaklingar sem að kaupa sér innan gæsalappa sæti á lista og þeir hafa þá í fullu tré við stjórnmálaflokkin vegna þess að þeir hafa beint umboð fyrir almenningi. Sko, kerfið sem við búum við, það virkar ekki. Það spurning sko hvort það þurfa alveg að sópa því eða hvort hægt sé að hugsa þetta eins upp á nýtt. En á endanum, ef við færum sko þessa persónuleið, að við segjum bara, hér eru 3000 mann sem að vilja gjarna fara á þing og svo fáum við hvert og eitt lista og veljum. Þegar það fólk væri komið inn, 50, 60 eða 63 þingmenn, þá myndu þeir búa til flokka. Því að þeir myndu hafa einhverja samstöðu og svo framvegis. En áður þegar við varum að kjósa þá værum við bara að kjósa Jón og Ella og Gunn og Jón, sko. En við erum alltaf að tala þetta íslenska flokkakerfi sem sumir, mér finnst Ólafur Harðarson tala eins og þetta sé sko bara innprentað inn í DNA íslensku þjóðarinnar sem ég er nú ekki viss það. En það hefur náttúrulega reynst ábúðslega lífseigt og þessi flokkar, en jáfnvel þó að þessi flokkar spegli nú ekki endilega afstöðu til málefna á Íslandi. En maður spyr sig sko, núna koma til dæmis þessar þjóðstjórnarhugmyndir sem að Páll nefndi, Hönnubirnu, eða það vil ég ekki kalla þetta þjóðstjórn, það í rauninni bara allir stjórni saman. Og ég myndi segja að sko það ekki neinn vísbending að stjórnmálaflokkarnir sé búin að vera, það bara vísbending það að enginn einn stjórnmálaflokkur það sterkur. Við viljum aðeins leiðrétta það sem kom inn fram áðan. Að Sjálfstæðisflokkurinn var mjög sterkur í borginni allt fram til 1994 og þá missti hann meirihlutann og náði honum ekkert aftur fyrir inn í síðustu kosningum og þá í samvinnu við Framsóknarflokkinn og síðar við Frjálslynda, en það var þessi Reykjavíkur tjarnakvartett í 100 daga. Þannig að það þessi gömlu góðu dagar fyrir Sjálfstæðisflokkinn til dæmis, þeir eru löngu liðnir. Sjálfstæðisflokkurinn mun aldrei með einhvern ástand þeir í dag geta mynda meirihluta einn og sér í Reykjavíkurborg og þar alveg þarf hann að semja við aðra flokka og það sama á við alla aðra flokka. Þess vegna náttúrulega þessi hugmynd svolítið sjarmerandi fyrir þá sem í forystu vegna þess að þeir sjá fram á að við þurfum að augljóslega deila völdum sko, og það þannig. Og eitt af náttúrulega einkennum lýðræðis skipulagsins það að alls það sem hafi verið framkvæmt, þá hefur verið framkvæmt í gegnum fulltrúa og í fulltrúa lýðræðinu þá þurfum við alltaf þessar stjórnmálaflokkin sem Páll að tala og spurningin hvernig geta stjórnmálaflokkar verið lýðræðislegir og endurspegla kjósendur og ólíka hagsmuni kjósendana og það nú þannig að við lítum á lífið dálítið mismunandi, sumir eru borgarlega þekkjandi, aðrir eru mjög vinstri sinnaðir og svo þarna stór miðjuhópur og flokkarnir hafa verið að skírskota í þessar svona hugsjónir og hagsmuni og sko, en sé það satt að stjórnmálaflokkarnir er ekki þess umkomnir núna á þessu krísutímum að umbreyta sér eða það að segja svara svona kalli tímans og endurnýja traust trúveruleika og þvo sér þennan klíku og spillingastimpil sem hefur verið viðlúandi sko stjórnmálaflokkana stóru eða því sem næst allan nema vinstri græna kannski að þá auðvita, þá reynir þetta og þá hefur Svani Kristjánsson rétt fyrir sér þá auðvita og það ekkert sjálfgefið að flokkur lifi í 120 ár þó hann hafi lifað í 80 ár.
og breyttu styrkleika. Kommunistaflokkur Sovétríkjanna hrundi mjög rætt, hann fór mjög rætt sko þegar hann fór, þá var það bara búið. Sko. Þetta alltaf flokkar sko. Það ég veit ekki hvað orðið flokkur búið að koma fyrir oft hérna hjá okkur. Það eins og allt snúast í kringum flokka og hvað þeir geta gert og hvernig þeir hafa starfsemi sinni. Ég vil bara fá almenning að borðinu. Sko, ég vil að almenningur taki þátt í að búa til nýja stjórnarskrá, til dæmis, búa til nýtt grunnfyrirkomulag í þjóðfélaginu okkar. Sko, Alþingi og þingmenn og flokkarnir eru búin að reyna það síðan 1944 með engum árangri. Og hversu í ósköpunum mættum við að treysta þeim núna aftur enn eins og hversu vitlaus getum við verið? Mér langar bara aðeins að spyrja. Heldur maður fram að kjósa þetta fólk sem var vandinn við hrunið til dæmis þingræðisskipulag? Hvað segirðu? Var vandinn við hrunið þingræðisskipulag sem við búum við og sem sé sagt fyrir í stjórnarskráni? Nei, vandinn við hrunið eru óhæfir einstaklingar. Þar að myndi það ekki breyta stjórnarskráni? System og kerfi, þau gera ekki neitt. Það eru einstaklingar sem gera hlutina. Og það eru einstaklingar innan þessa kerfis, bæði, sko við erum að tala þrískiptingu valds. Það einskipting valds á Íslandi. Einkenni þingræðisfyrirkomulagsins einmitt óglögg skil framkvæmdavald og löggjafavald, það framkvæmdavald og það dómsvald. Framkvæmdavaldi ræður öllu. Og við kjósum aldrei framkvæmdavald. Við kjósum löggjafavald sem síðan býr til á einhvern magískan hátt eitthvað framkvæmdavald. Banka fór á hausinn í Bandaríkjunum líka og það forsetaræðið sem annars konar, það sem þessi þrískipting ríkisvaldsins sem gleggri og skrifið í stjórnarskrá þeirra, það fara líka bankar á hausinn. Já, sjálfsögðu. En það hefur ekki ég veit ekki sko hvort þú vilji fara lengra áfram með að líka Bandaríkjunum á Íslandi saman. Ég meina það fóru ekki allir bankar á hausinn í Bandaríkjunum. Nei, en þeir fengu þeir sem ekki fóru á hausinn, þeir fengu hjálp frá ríkinu. Hérna á hausinn, það eru óhæfir einstaklingar allstaðar. Og það ekki nóg með það að séu óhæfir einstaklingar á þingi og óhæfir einstaklingar í bankastjórnum sem eru búin að sólunda féð þessara þjóðar. Það eru óhæfir einstaklingar allstaðar í öllu embættiskerfinu sem flokkarnir eru búin að raða hvern á sinn stað eftir sínum hentuleikum. Og þetta kerfi spillt frá upphafi til enda og einstaklingar innan þess, þeir eiga að sjá af sér, þeir eiga að sjá að sér og taka til í sínu ranni og víkja. Rannsóknarskýrsla Alþingis, hún sagði fyrir það að þessi vandinn hefði verið sá, bankarnir hugsa allt og hratt hérna árunum 2004-2006. Þeir sprengdu sig gæðakerfi sín og eftirlitskerfin. Stjórnvöld eru ábyrg fyrir því að lágmarka skaða almennings og þar brugðust stjórnvöld. Það niðurstaða. Þarna á þessum tíma þegar þessi mikla sprenging bankakerfinu verður, það var óhjákvæmilegt að bankarnir færi rauninni hausinn að tilkæmi mjög mikið ríkisaðstoð eins og gerist í Bretlandi, Írlandi, Bandaríkjunum og bara allt í kringum okkur. Við hafðum ekki bolmagn sem lítið land til þess að dæla peningum inn í bankakerfið. Þar alveg fór það á hausinn en stjórnvöldum finnst okkur núna að passa upp á okkur almenning, að lágmarka skaðan og sjáttu þess að við sætum ekki í súpunni hérna með gengi sem hefur hrunið þvílíkt og óviðráðanlegar skuldir og þetta bara, það séu svona siðferðishrun sem okkur finnst einhvern veginn blasa við, en vandinn sem sé bankakerfi og bankamenn og viðskiptamenn út allt sem urðu eins og snar vitlausi. Ræðum aðeins viðbrögðin við síðustu kosningar. Þá var til nýtt stjórnmálaafl sem skoraði þetta gamla hólm, sem svipað eins og Daði að kalla eftir núna. Þó ég vil ekki leggja jafni við grínframboðið því að það grínframboð í borginni. En hitt hreyfingin, borgarhreyfingin, var nýtt stjórnmálaafl sem var svona grasrótar og vandinn við svona nýsköpun margþætt. Það sem gerðist var, þeir náðu frábærum árangri, en svo skildi á milli kjörinna fulltrúa, þar að segja leið og þau hætti að vera almenningur, þessum voru þarna í fyrirsvari, þá var einhver skilnaður þarna milli og ég þekki ekki til þess en hann blasir við. Og þetta segir okkur það eitt að segja að vilja breyta þessu, annað að gera það. Æskilegast fyrir okkur öll væri þetta að kerfið sjálft, það sem við búum við, það myndi laga sig að innan. Því að með því að sópa öllu burtu, heilu stjórnmálakerfi, þá tapast óskaplega mikið sem við göngum að vísu í dag og myndum sakna eða færi. Þannig að krafan hlýtur að vera að stjórnmálaflokkarnir taki til í sínu meginranni og þeir hafa núna nokkra vikur fram að kosningum. Ef þeir gera ekki trúverulega, nú þá fáum við grínframboð í Reykjavík sem verður ráðandi afl og
Daði búinn að kynna sér þessa einstaklinga, hann segir þessu fína einstaklingar en það breytir því ekki að þeir að gera þetta upp á grín. Ja, þetta búið í því hjá okkur. Gaman að vera með ykkur. Páll, Stefanía, Svanborg og Daði. Við ætlum að heyra hér í Þorvaldi Gylfasyni eftir og svo í William Black, bandaríska fjármála eftirlitsmanninum sem var hér í viðtali hjá mér fyrir árið síðan. Rauðskeggjaður og mjög kvikur.